Þetta var verið að bera á og þarna er verið að hengja upp. Í þessu tilviki eins og við gerðum þarna á sínum tíma þá límdum við pappír fyrst til þess að veggfóðrið límdist betur og yrði fallegri áferð. En ég kem ekki til með að fara neitt sérstaklega yfir pappírinn. Þetta er ekki nema 4 mínútna myndband. Þannig að leyfum því að rúlla svona fyrst ég að byrja með. Nei, ég veit, það kemur ekkert, en það er ekkert verið að tala neitt. Þetta er svona smá tónlist bara undir þessu. Þannig ég ætla bara að spila þetta svona í gegn fyrst. Þannig að við getum kannski hlaupið svona, sko. Og svo fer ég yfir þetta á eftir. Sko, nei, þannig að. Þarna er farið að byrja á veggfóðrinu sjálfu. Þarna er verið að skera niður. Þetta er þarna langrundátt veggfóður, ómunstrað, síðan er oft veggfóður munstrað. Og það er skorið niður, þetta eru 3 lengjur eða 2,5 lengja sem að þarna fer á þennan veggstubb. Og þetta er svona kennslubók sem að við sjá svona hvernig bera sig að þessu. Og þetta eru 3 hópar sem er að vinna hérna. Og hérna er byrjað að hengja upp. Og ég fer yfir það betur á eftir svona, leyfa þess að rúlla fyrst. Og fer ég betur yfir það á eftir. Það sjáum við til dæmis hvernig hann heldur spaðanum mjög innarlega. Það er haldið stíft inn í kverkina og spaðinn haldið mjög innarlega að veggnum og skorið. Þannig að þessi hann er með þetta allt og langt upp, hann þarf að vera með þetta miklu nær veggnum og hann er ég að gera athugasemd við hann. Þess að spaðinn á að vera nokkuð nálægt og svo við passaði að hafa þarna þessa tallan á hnífnum í mjög lítilli gráðu miðað við vegginn sem við erum að skera að. Þetta er nú við, þannig að ekki er þetta meiningin. Nú ætla ég að fara betur yfir þetta bara og segja ykkur svona hvernig við framkvæmum þetta. Hérna er bara pappírsvinnan, þannig að og það er svona, maður annarkvort sker eins og þið sáuð þarna að vera að gera áðan, eða maður getur klift, maður setur þarna pappírinn eða veggfóður alveg upp í kverkina og dregur svona skærin rétt aðeins. Já, neða það ég er ekkert byrjaður núna, bara svona rétt aðeins, því að það er yfirleitt í pappírinn og þá er hann jafnvel kliftur. En þarna, já, ég skal tala bara hægar, en við förum í veggfóðrunina. Núna, hérna þetta er pappírina, þetta er pappír undir veggfóðrið. Þetta er svona til þess að áferðin verði fallegri. Þá er þetta falleg og þarna núna er verið að undirbúa undir
að byrja veggfóra. Og þá er þetta pappíri sem hafði verið settur í tímanum áður og hafði slípað yfir, hvort sem hafði beint á vegginn eða pappír, að þá slípa létt svona yfir til þess að ef það er einhverjar örður að þá slípa það niður þannig að þetta verði svona sem sléttast. Þetta er bara klossi með sandpappír og slípaði yfir allan flutinn. Og hann er að slípa og svo dregið úr veggfórinu. Það er dregið úr því á borði. Þetta eru sömu borðin, þetta var í öðru herbyggi heldur en við erum núna. Þetta er niður á neðri hæðinni. Það er búið að breyta mikið þarna í skólanum. Síðan þarna á þessum tíma að smiðirnir eru alfarið með allt saman niðri. Þetta hérna svæði það er búið að rífa þessa veggi og þetta er það sem að vélasalurinn er. Og það er dregið út, mælt og veggfórið, lengdin á veggfórinu er svona cirka 5 cm lengra heldur en hæðin á veggnum. Veggfórið sem að er skorið niður er haft svona cirka 5 cm lengra heldur en hæðin á veggnum. Þannig að það er bæði skorið af að ofanverðu og að neðanverðu. Og hérna sem sagt þið búin að mæla, búin að brjóta þetta og svo er þetta annarkvort skorið eða klift. Þarna í þessu tilfelli þá klippa eftir brúninni og það er málið sem sagt að þegar að til þess að fá vinkilin hérna þá tekur maður rúlluna, maður rúllar henni hérna öfugt hingað og leggur hana rétt við kantinn á veggfórinu og strýkur svo hérna eftir, þá fær maður þetta í 90 gráður á hliðarnar. Ef maður leggur veggfórið hérna eftir brúninni, svona 50-60 cm hérna, alveg slétt við brúnina og nutta svo niður akkurat það sem að búið að mæla, að þá er þetta kemur þetta í vinkil hérna, skurðurinn. Og klippir að þetta. Og svo er borið á. Þetta er pakkalím sem að hrært út og borið á með svona, þetta er eins og hálfgerður kalkhústur. Þetta er stór, við getum sagt bara stór pensill. Það er veggfóðslím sem er borið á, sem að við notum til þess að líma þetta. Og það er duftlím sem hrært út í vatni. Þarna sjáu þið málarana hérna hinum megin. Þeir voru hérna megin, málararnir á sínum tíma. Já, sem sagt að límið er hrært út í vatni og haft svona rétt þykkt. Síðan er þetta, við getum sagt bara, þetta er stór pensill sem að maður ber límið á og maður þarf að bera á það nokkuð jafnt og ekki draga mjög mikið úr líminu. Þannig að það skilji eftir dálítið. Ef það dregið of mikið þá er of lítið lím og þá límist það mjög illa á vegginn. Þetta er borið bara svona á. Sjáum hvaðan. Förum rétt aðeins tilbaka aftur. Og þegar maður er að bera að brúnunum og maður hefur, þegar maður er með marga lengjur, eins og þetta er fyrsta lengja sem við erum að bera á, að þá er hitt veggfórið, næsta lengja, hún er höfð hérna undir og út fyrir. Þannig að þegar það er borið á, þá er borið hérna út fyrir og þá fer það bara á veggfórið, ekki á borðið.
og hann ber svona skáhalt út með penslinum hingað og skáhalt út hérna fram á brúnina og þessi hérna brún, hún höfð við brúnina á borðinu. Og svo þegar búið að bera á eina umferð á vegghúrið, að þá aftur sett svona í þarna kústinn, límkústinn, lím, og það svona borið létt yfir allt saman aftur, því að þetta pappír undir þessu vegghúri, reyndar orðið mismunandi í dag, en í þessu tilfelli og í mörgum tilfellum enn, að þá pappír undir og hann dregur dálítið mikið svona rakan úr líminu, þannig að það þarf að rétt að renna yfir til þess að fá fyllingu, rétt að renna aftur yfir þarna vegghúrið. Hérna, ég ætla að stoppa hérna. Þegar búið að bera á vegghúrið, þá brýtur maður það saman. Maður tekur þetta hérna og fer með þetta svona cirka, þannig að það verði 1/3 eftir af heildarlengdinni. Og svo tekur maður hinum einn. Þegar búið að bera á, að þá verður þetta að liggja smá stund og þá brjótum við þetta saman og þá lyftir maður þessi hérna upp og fer með þetta hérna, lyftir þessu upp svona og leggur niður þannig að það kemur lím í lím, sem þetta bakhliðin á vegghúrinu kemur saman og maður fer svona cirka, þannig að það sé 1/3 eftir hérna af heildarlengdinni, þar sem maður leggur það niður. Svo tekur maður hérna og leggur það að línunni. Þannig að þá erum við búin að brjóta þetta saman tvöfalt. Og síðan hérna rúlla maður þessu upp. Maður svona tekur þetta, en hérna það eiginlega erfiðara fyrir ykkur kannski að skilja það, en ef þið sæju það þá væri það öðruvísi. En svo tekur maður og leggur svo neðri hlutan yfir miðjuna og rúllar þessu svo upp í rúllu. Ég ætla að sjá þannig að það sem að verið, ég held að það verið einhvers staðar, það skiptir ekki hvort það pappír eða vegghúður. Hérna þeirra, já, ég ekki búinn. Já, eftir að hengja þetta upp og skera og merkja fyrir og svolítið, þetta ekkert alveg búið. En hérna, sjáu hérna þið með, þetta reynda pappírinn, en maður gerir alveg að sama í vegghúrinu, að hérna að taka þetta í sundur. Þannig að þeir taka við þessu hérna neðan og síðan, þegar þetta komið svona í sundur, að þá þetta lagt eftir samskeytinu, þetta lengja númer 2, þá þetta lagt eftir samskeytinu á lengjunni fyrir og reynda að gera hann ekki hérna, og hann færi það, sem sagt að það látið fara svona ofar til þess að skera af, til þess að fá góðan skurð.
Hérna þið konum með fyrstu lengjuna og maður byrjar ekki bara í horni. Ef þetta væri heill veggur þá myndi maður miðað við munstur, myndi maður mæla svona hvar væri hentugast að byrja. Og þá í þessu tilfelli þá myndi maður strika hérna, fá strik, þar sem við ætlum að leggja lengjuna, fáum strik og tækjum lóð niður. Þannig að þessi hérna lengja hún lögð eftir striki sem er í lóð. Þið vitið hvað er lóð. Það er bara þarna ef maður tekur hallamál og tekur þetta alveg þannig að þetta er alveg lóðrétt lína. Það er sama. Þannig að þetta svona kemur úr því að það var sett lóð neðan á bandspotta og það hélst mjög stíft niður og þá fékk maður lóðlínu á vegginn sem maður gat svo strikað eftir. En þess að þetta er í lóð niður á réttum stað og síðan er kústað yfir þetta með svona sérstakun stuðkúst til þess að fá veggfóðrið til þess að límast á vegginn og síðan er þrist hérna upp í kverkinni og hérna niður með veggnum til þess að fá þetta þétt upp við og það er sama svona hvar maður tekur hérna. Svo þegar maður búinn að þrista þetta upp í, þá er maður með þennan spaða, maður setur hann stíft upp í kverkina og svo sker maður hérna með spaðanum. Svona, eins og hann er að gera þarna. Og svo færir maður bara spaða neðar. Eftir því sem að skurðurinn er. Svo er eins og í þarna í pappírnum sem við sáum áðan að þá var fyrsta lengja komið hérna að þá leggjum við næstu lengju hérna að samskeytinu þannig að það er komið saman og samskeyti hverfur alveg. Og svo er það sama, svo er skori hérna. En það er svona smá kúnst og ég sé það ekkert á vídeónu hérna núna, þannig ég ætla ekkert sérstaklega að fara yfir það með ykkur því það er svona smá kúnst hvernig þarf að græja þetta hérna þannig að myndist ekki krumpur hérna. En þarna, hérna er þetta felt, þetta er svona ímyndaðu gluggi og hérna er hann feldur svona að skorið að þessu, svona svipað eins og hann er að gera hérna í kverkinni. Svo er síðasti renningurinn. Hann er límdur hérna og þá er hann settur hérna við. Sem sagt, þá eru einhverja svona spurningar í sambandi við þetta. Já, en þú hefur klárað þetta í sambandi við hvernig maður leggur veggkórið, tekur línu með ákveðnu fjarlægð frá veggnum og leggur veggkórið eftir því og hvernig við skerum. Við notum spaðan, þristum honum vel upp í kverkina, höldum spaðanum nálægt veggnum og svo látum við blaðið svona leika með spaðanum og skeri í kverkina, þannig að þá lokar maður kverkinni vel. Já, þú skilur þessi náðinu, eins og hefur gert með hinn verkefnin.
Já, það er bara undir dúglögn og veggfóðru, það er bara á sama stað og hefur verið að skila. Það er hægt að skila þar alveg endalaust. Það er bara, þú ferð inn á dúglögn og veggfóður og skila því það inn. Það er bara sama skilahólfið. Nei, það er bara, það eru svona ýmis efni sem að hjálpar ykkur. Það er þarna, veitu, ég ætla að, já, þarna, sjá hérna. Nei, ekki þetta. Já, ok. Já, ég er ekki með að opna innunan. Jú, hún er hérna. Hún er hérna. Sko, það er bara hérna undir yfirlit og svo er bara hérna undir, já, veggfóður og dúgalögn og þar setjum ég þetta inn. Og eins og þið sjáu, já, flott, eins og þið sjáu, það eru 13 í hópnum, það er ekki nema 5 sem er búin að skila og var ekki nema 3 sem voru búin að skila öllu, eða skila þessum 2. Þannig að drífið í þessu og svo setjum ég þetta inn á YouTube þennan fund, þannig að þið getið svona spilað hann ef að það er eitthvað sem að þið munið ekki. Næsta þriðjudag, að því að það er í sjálfu sér margir sem að kannski ekki, sem að hafa ekki meðal annars skilað spurningunum, að þá ætla ég að fara yfir spurningarnar aftur og tek það upp, þannig að þá getið alltaf spilað það og að því að eins og á sínum tíma þá fór ég bara og ég svaraði öllum spurningunum. Þannig að þetta átti ekki að vera nokkuð mál fyrir ykkur. Þannig að næst ætla ég að fara yfir það bara aftur og taka það upp og þá sjáið þið hvernig þið getið unnið þetta. Já, ég ætla ekki að halda ykkur lengur en nú farið þið bara á skrifið, þið sem ekki eru búnir að því. Já, það er flott. Og það er enn og aftur þarna að viðveran, hún er skráð miðað við skilin. Því það þýðir ekkert að koma bara í tíma og gera ekki neitt. Þið verða að skila verkefninu. Og þið hafið tíma fram til miðnættis á föstudaginn til þess að klára þetta. Já. Já, bara sömuleiðis. Og nú er bara að fara að skila. Já, að fara að skrifa.